Í þessu myndbandi ætla ég að fjalla tengiliði. En tengiliðir eru þeir aðilar sem við viljum eiga samskipti við með tölvupósti og við getum alltaf farið hérna upp í er stattur hérna í tengiliðir og þar upp í vinstra horninu er hnappur sem heitir nýr tengiliður. Nú hérna get ég slegið inn nafn á einhverju manni og sagt í hvaða fyrirtækjan er ef ég vil. Við snúum þessu þannig að við viljum sjá þetta með fornafni á undan. Hann vinnur í sápugerðinni og starfsheitið er verkstjóri og þessi svæði þarf ekki að fylla út frekar en maður vill. Og þetta er Jón.Jónsson@sápugerðin.is. Þá birtist það svona. Nú hérna getum við sett inn veffang, vefsíðunar, spjallnetfang, vinnusími, heimasími og svo framvegis. En hérna sjáum við að þessi kortahnappur er ekki virkur, ekki fyrir við setjum inn einhverja adressu hérna eða heimilisfang. Þá sjáum við að hann verður virkur. Og ef maður smellir á kortahnappinn þá fer hann einfaldlega út á netið og sýnir okkur hvar Grettisgata 2 er. Nú hérna vista ég og þetta og loka og þá er hann kominn hérna inn. Nú það er hægt að gera ýmislegt annað. Það er til dæmis hægt að taka póst sem okkur hefur borist frá einhverjum aðila, hægri smellan með músanhafnum og draga hann hérna niður í tengiliði og sleppa hann hér og valið síðan til dæmis að afrita hér sem tengilið með texta. Þá opnar spjaldið, útfyllast ýmis svæði, eins og til dæmis nafnið, netfangið. Hérna er skeyti sem við fengum, við gætum tekið upplýsingar úr því og copy-pastað hérna inn í þessi svæði hér og vista það. Þannig að nú á ég í tengiliðum Microsoft Hub. Nú hvernig nota ég þessi tengiliði? Ég fer í póstinn, ég fer í nýtt skeyti, smelli hérna á til og vel að velja þessa tengiliði frá mínu tengiliðum. Og hérna til dæmis Microsoft Hub og svo er hann Jón Jónsson vinnur okkar í sápugerðinni, hann er hér. Þar með er ég fann að senda á þá tvo sem ég ætla að reynda að hætta við. Nú í tengiliða umhverfinu þá eigum við möguleika á að fara hérna eins og ég sagði að búa til nýja tengiliði og eins nýja tengiliði að hópa. Og ég ætla að búa til pröfu hérna sem heitir hópur og hérna er mér boðið að bæta inn meðlimum og ég vel það úr tengiliðum Outlook eða tengiliðaskránni minni eða bara sem nýr tengiliður. Og úr tengiliða Outlook er þetta einfalt. Ég smelli hérna einfallega á altaka tengiliða listan og við finnum hérna, við skulum taka Dagný, hérna ætla ég að finna Sofíu, hérna er hún og segi í lagi og þá eru það tvær komnar inn. Ég get einnig bætt við nýjum pósttengiliðum á þess að stofna á fyrstum tengiliði og ég get tekið dæmi hérna Gunnarsson. Við skulum segja að hann hafi netfangi Gunnar G@simnet.is og hér með er hann komin inn. Síðan vista ég þessum hóp og lokunum og hérna sjáum við hann væntanlega og ég get smelt á hann og þá sé ég hver er inn í honum og ef ég ætla að nota þennan hóp til þess að senda á hann þá fer ég hérna í póstur. Ég vel með nýtt skeyti og íti á til og vel hér tengiliðalistan minn. Hérna er hópurinn, ég tvísmella á hann kemur hérna niður og þegar við sjáum hérna plús fyrir þetta þá íti á hann til þess að opna hann til þess að skoða hver er inn í honum og þetta er komið hér.